Áfram höldum við föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Elín Sif Sigurjónsdóttir, sem breyttist úr innipúka í hlaupadrottningu, eða hvað? Svona, cirka. Velkomin. Takk. Segðu okkur aðeins svona þína sögu, af því að þú ert orðin svolítið hlaupagarpur núna, en hefur ekkert alltaf verið það? Nei, alls ekki. Ég raunar bara, eins og svo margir aðrir, var alltaf að byrja og reyna að gera eitthvað og svona koma mér í eitthvað form og kannski rann svolítið á rassi með það, kannski eftir eitthvað tíma. Og var búin að fara á hlaupanámskeið sem að ÖFA Eyrarskokk stendur fyrir á hverju vori, búin að gera það mörg ár. Og var búin að fara á þrisvar á svona námskeið og náði kannski að fara 5 kílómetra, einu sinni kannski 10 og þá bara setti ég X við það og búið og beið bara eftir næsta námskeið árið seinna. Og þannig að það, já, síðan var það 2016 að þá var ég eiginlega bara búin að ákveða það að þetta væri bara ekkert fyrir mig. Og ég var bara orðin ómöguleg í skrokknum, hann þurfti að velta mér alltaf fram úr rúminu á morgnana, tambistaði mig í einhverju afkaralegri stellingu. Það var svona verkið ómöguleg? Já, bara bakið og ég var eiginlega bara búin að ákveða það að ég var bara komið gigt og svona bara, þannig væri bara mitt líf kannski. Og meira að segja bara ákveða að panta með tíma hjá lækni. Nema hvað, það á þessum bara, þetta 20 setna þá hringir Elli, maðurinn minn í mig, hann var út á sjó og kemur þess að brilljant hugmynd hvort við höfum ekki að skrá okkur hlaupanámskeið. Og það sem ég hefði nú verið dugleg gegnum árin að skrá okkur að draga hann með á hina þessi námskeið, hvort sem var jóka eða slökunarjóka eða gravity eða hvað það var og þessi hlaupanámskeið sem ég þar áður. Þá fannst mér nú svolítið erfitt alltaf að segja nei við hann. Þannig ég, svona, ég bara pröfa, ég var svona ómöguleg samt í skrokknum, ég skal bara pröfa þetta. Og við förum á þetta námskeið og ég svona sem kannski miðaði bara við það að ég yrði ekkert verri og ég varð ekkert verri, ég var náttúrulega ekkert betri að fara að hlaupa en allavega ekki strax. Og svo bara, sem sagt, bara afpantaði eina tíma hjá lækninum. Það var nefnilega ég var svo heppin að það var svona 3 vikna bið þegar ég pantaði tíman. Já, og svo byrjaði að hlaupa og fannst bara að þetta væri allt í lagi? Já, svo bara smá saman. Fann ég bara miðaði alltaf við að ég verði ekkert verri af þessu. Þannig að smá saman bara fór ég að vera betri. Síðan fer ég að tek 2 námskeið og þegar þau voru búin, þá stóð okkur til boða að hlaupa með Eyrarskokk og ég ákvað að gera það. Já, sem eru svona reglulega vikur sem eru æfingar 3 í viku og ég bara ákvað það að þetta er bara heilagt hjá mér og ég svona til að díla við hausinn og sjálfur mér þá tók ég þetta bara, ég ætlaði bara að gera þetta í 6 vikur og ég myndi mæta heilagt á hverja æfingu í 6 vikur. Aldrei missa úr. Kallaði krakkana mína, við höfum 4 börn á fund og bara þetta er minn tími. Ef það er eitthvað sem þið þurfa að gera, bara sorry, ég get ekki gert það á þessu tíma. Og þetta gerði ég í 6 vikur og svo þegar þær voru búnar, þá bara tók ég aðra 6 vikur. Þannig að svona búta þetta niður, það virkaði vel? Já, það virkaði vel fyrir mig. En þú allavega hættir ekki þarna eftir námskeið eins og í hinskiptin? Nei, og ég bara hélt áfram og svo er þetta líka, þetta óbærslega flott utanumhald. Það var svona A, B og C hópur og sem að semst mismunandi getustig og ég byrjaði í A-hóp sem er svona sem fer hægast. Og við vorum líka nokkur sem vorum að byrja og myndaðist flott grúppa og það er náttúrulega bara skemmtilega félagsskapur. Félagsskapurinn kannski skiptir svolítið miklu máli. Þetta er náttúrulega alveg bara snillta félagsskapur. Og gera það eitthvað meira en að fara út að hlaupa saman? Jú, þetta er alveg. Svo sagði ég alltaf líka, ég myndi sko, ég lifi svo einföldu lífi, mér var svo geggjað að fara og hitta fólk. Og fór maðurinn með í þetta og er hann ennþá með þér í þessu? Já, hann er með mig, hann var á sjó og var bara hætt að sjó núna á þessu ári, byrjun þess árs. Þannig að hann var alltaf svona annarkvern mánuð. Þá fór hann alltaf með mér út að hlaupa. En svo hefur hann ekkert náð að hlaupa með mér núna því að hann var nú svo heppinn að hann sleit sin undir ill. Heldur hann hafi gert það viljandi til að sleppa að hlaupa? Nei. Heyrðu, nei, þetta kom ekki fyrir á hlaupu, en það var gerist í fótbolta. Þannig að á pólamótinu kannski? Nei, þetta var, hann gæti ekki eins og verið með á pólamótinu. Nei, ok. Þetta gerist hjá honum í bara byrjun mars, þannig hann er svona fyrst núna að byrja að
Hvernig myndir þú lýsa þínu lífi í dag? Ertu bara alltaf út að hlaupa á hverjum degi eða hvernig þetta? Ég hlaupa 5 sinnum í viku í dag. Já. Ég ætlaði sem sagt, við ætluðum að fara hjónin sama Laugaveginn sem næstu helgi. Já. En af því að Ellis leit þessa sína, þá ákveða að hætta við það. Já. Og ég ætla að fara að Vesturgötu, tvöfalda Vesturgötu sem er 21. júlí. Hvaða leið er það? Það er fyrir vestan, hlaupahátíð fyrir vestan. Og þetta er, ég veit hvað lítið um þetta, 45 km utanvegahlaup. Varstu farin að hlaupa alveg bara maraþon og alls konar? Ég hef aldrei hlaupið maraþon, heilt maraþon. Ég hef tvisvar hlaupið hálft maraþon, en ég hef lengst hlaupið 35 km. Þetta er svolítið stórt sem þú ert að fara að gera. Já, þetta er stærsta þitt. Já. Hvergi bangin, búin að æfa þessu vel. Já, ég og svo finnst þér þetta svo gaman. Svo er þetta svo gaman. Það er bara svo mikið frelsi. Geta farið út og farið að hlaupa og verið bara góður að vinna hóp eða ég fyrir bara einn. Já, líka þetta sko, að fara út að hlaupa og þú bara fattar allt einu, þú ert búin að hlaupa í kannski klukkutíma, 2 tíma og veist, hugurinn fer bara svona út. Og ég segi það alltaf sko, þegar ég náði því að fara út að hlaupa og hugurinn fór hérna út, ekki bara niður í þinn bara. Já, og svo erfitt. Þegar ég náði því, þá var stórum áfangan á sko. En það liði alveg margir mánuðir. Og það var líka eitt í þessu sko, ég nefnilega, mér langaði alltaf svo að hlaupa. Já. En mér fannst það bæði hryllilega erfitt og leiðinlegt. Já. Þannig ég skildi aldrei hvað það er sem að fékk mig til þess að langa þetta. Nei. En svo þegar einmitt maður komin á þennan stað að fara út og líða vel, þá þetta er bara En þá mælir þið með því fyrir fólk sem er kannski svona, eins og ég sem er alltaf á leiðin að fara að hlaupa, en svo einhvern veginn finn ég mér alltaf eitthvað bara, nei, kannski þarna seinna eða þegar þetta er búið eða eitthvað. Er þá svolítið gott að fara á námskeið, láta einhvern veginn merkja við mætingu eða halda utan sig einhvern veginn? Já, fara á námskeið, ég mæli algjörlega með því, fara á námskeið og fara svo í hlaupahóp. Já, þú verður eiginlega að mæta ef allir hinir eru að mæta og þú getur ekki látið þig vanta. Já, ég til dæmis, það var líka önnur regla sem ég hafði fyrir sjálf mig, það var lokaður Facebook-hópur og þegar ég var búið að setja upp æfinguna, þá skrifaði ég alltaf mæti og ef ég skrifaði mæti, þá mætti ég. Ég skrifaði ekki mæti og mætti ekki, sko. Nei, það má ekki. Þannig að ég, og svo verður þetta bara líka, þetta er bara svo skemmtileg félagskapur og ég til dæmis eins og núna er ég búin að vera að hlaupa mikið ein, að ég er að hlaupa bara eftir svolítið sérprógrammi og ég fann að hlakka of mikið til að þegar þetta er búið að fara að mæta aftur á mína æfingar. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Er eitthvað svona lokun sem þú vilt segja við fólk sem er eitthvað svona vandræðist? Það bara geta þetta allir. Það er bara, kýla á það? Já, þetta er bara svolítið að stilla hausinn á sér. Og það er einmitt eitt sem ég ætla að segja sko, að það er bara, við getum miklu meira heldur en við höldum. Sko. Þú ert kannski, þú horfir eitthvað sem þetta get ég aldrei. Svo bara þegar þú ert farin að vinna í því þá ertu bara komin Búta þetta niður, taka lítið skref og bara halda áfram. Vera bara jákvæðir, bara hafa gaman að þess. Hafa gaman. Takk kærlega fyrir að koma og gangi þér vel í Vesturgötu og bara í öllum hlaupunum. Já, takk kærlega fyrir.